Ríkisstjórnin sætir gagnrýni fyrir aðgerðaleysi í efnahagsmálum og í dag kvartaði alþjóðlega matsfyrirtækið Standard & Poor's yfir því að upplýsingar skorti viðbragðsáætlun ríkisstjórnarinnar. Ætlar ríkið að auka við gjaldeyrisforða Seðlabankans og kaupa skuldabréf af bönkunum til að bregðast við alvarlegu efnahagsástandi, en slíkar aðgerðir kosta ríkissjóð 100 milljarða. Geir Haarde forsætisráðherra situr fyrir svörum hjá okkur þetta og ýmislegt fleira eftir augnablik. En við byrjum á forsætisráðherranum Geir Haarde sem sestur hjá Sigmari. Geir, vertu velkominn. Þakka þér fyrir. Við skulum byrja á þessum athugasemdum. Við getum að Standard & Poor's gera í dag yfir því að það liggi lítið fyrir það hvað ríkisstjórnin ætlar að gera til þess að bregðast við efnahagsvandanum. Er þetta ekki einmitt, eru þeir ekki bara að hitta naglann á höfuðið? Það kemur ekkert skýrt frá ykkur. Þetta nú dálítið skrítin athugasemd frá þeim, verð ég að segja. Og hún reyndar byggð á öðrum forsendum heldur en sú gagnrýni sem við fáum í þinginu, þar sem við erum líka gagnrýnt fyrir að gera ekki neitt eins og það heitir. Við erum auðvitað í miklu samstarfi við Seðlabankann, ríkisstjórnin, upp á hvern einasta dag til þess að vega og meta það ástand sem skapast hefur, sem mjög óvenjulegt, en að sama skapi líka alvarlegt. Og við rösum ekki ráðfram í þessu efni. Við erum að meta hvert skref sem að tekið í þessum efnum, vegna þess að það er mjög mikilvægt að misstiga sig ekki. Og þá er betra að gera ekki neitt heldur en að gera einhverja bölvaðar vitleysurur. Er það? Vegna þess að það er oft verið að tala um það að menn hafi nefnilega einmitt ekki neitt tíma. Það getur vel verið við svona aðstæður að tíminn hlaupi frá manni. En við erum hins vegar, teljum okkur hafa fullt valdi yfir þessu eins og sakir standa. Ég fór nú vel yfir þetta á ársfundi Seðlabankans og sama gerði formaður bankastjórnarinnar. Við erum auðvitað með ýmislegt í kortunum, ýmislegt í undirbúningi. Það eru nú 6 vikur síðan ég talaði um það á þingi viðskiptaráðsins að lántaka til að efla gjaldeyrisforðann kæmi vel til greina. Og auðvitað kemur hún til greina, en hún hins vegar, það er mikilvægt hvernig það máli tímasett, því að lán eru dýr þessar mundir og við erum semst að skoða það og hvernig best að standa að því. Hins vegar tókum við lán í fyrra, fyrir rúma ári síðan, til þess að efla gjaldeyrisforðann og hann er núna stærri en hann hefur áður verið. Og bankastjórinn fór mjög vel yfir það hvað gjaldeyrisforðinn hjá okkur er í raun og veru stór, miðað við ýmsar aðra stærðir hér í þjóðfélaginu. En hann mætti vera stærri og við erum með það til skoðunar. Já, mætti vera stærri. Sko, margir vilja nú meina það að mætti vera talsvert mikið stærri og það er jafnvel talað um að hann þyrfti að vera 1000 milljarðar en ekki 200 milljarðar eins og hann er núna. Og svo er líka talað um það að hann hefði kannski mátt stækka fyrr vegna þess að þessar aðstæður voru allar svo fyrirsjáanlegar. Aukin umsvif erlendis, útrásin öll og allt þetta væntanlega hefði getað kallað á aukin gjaldeyrisforða miklu fyrr. Ég kalla þig góðan sem að þú hefði getað séð fyrir atburðarásina í Bandaríkjunum, skuldabréfavafningana, það að BR Stearns skyldi fara á hausinn eða Northern Rock í Englandi. Allt þetta hefur komið alþjóðlegum fjármálamörkuðum gjörsamlega í opna skjöldu og það hefur haft mjög víðtæk áhrif hér á Íslandi meðal annars. Við töldum okkur vel setta með þennan gjaldeyrisforða fyrir ári síðan, þó við gerðum okkur þetta grein fyrir því að smám saman væri eðlilegt að bæta þar í. Þú nefnir þarna ákveðna tölu í því sambandi, hún er náttúrulega risavaxin, en það er ekki hægt að skrifa upp einhverja tiltekna tölu og segja að þetta er stærðin sem þarf að vera. En hærra en 200 milljarðar í það minnsta vegna þess að þetta fælir til að mynda menn frá því að taka þessa skortstöðu í krónunni, er það ekki? Sko, ég er allir ekki að deila við það, það getur verið mjög heppilegt að auka gjaldeyrisforðann og það er verið að vinna í því máli. Meira get ég ekkert það sagt á þessu stigi. En það umtalsverðar fjárhæðir náttúrulega? Já, við gerum okkur alveg grein fyrir því hvernig staðan er í þessu. En það sem er náttúrulega nýtt í þessu og það sem ég var nú að reyna að segja hérna áðan er það að aðstæður á alþjóðlegum fjármálamörkuðum sem að við erum leikendur á, þar að segja okkar fyrirtæki, gjörbreyttust frá því ágúst í fyrra þar til núna og það er ekki bara íslenskir aðilar, íslensk fyrirtæki sem er að verða fyrir barðinu á því, heldur bankar allan heim sem hafa verið að lækka í verði á hlutabréfamörkuðunum, jafnvel töluvert meira heldur en íslensku bankarnir. Íslensku bankarnir hins vegar þurfa að glíma við það núna að það er lausafjárskortur og þó að þeir séu tiltölulega vel settir með uppgreiðslur og endurgreiðslur á lánum að þá háir þetta þeirra starfsemi og það sjá við núna í lánveitingum þeirra hér innanlands sem eru nú að dragast saman. En menn áttu samt sem að alveg vona því að krónan myndi mögulega falla. Já, og svo er það annað mál. Það hef ég nú margoft verið að reyna að útskýra að eftir að stórframkvæmdunum fyrir austan myndi ljúka þá var sýnt að gengi krónuna var of hátt miðað við okkar eigin efnahagsforsendur, það sem er að gerast í okkar raunhagkerfi sem stundum er kallað. Þannig að við áttum alltaf von á því
en við áttum ekki von á því að gengi myndi falla svona hratt og svo mikið í einu og við vonum auðvitað að botninu sé náð hvað það varðar og það er svona ýmislegt sem bendir til þess síðustu dagana að þetta geti verið þannig og gengi muni þá að hækka eitthvað aftur. En aðeins út af þessu sko, vegna þess að það eru margir hlutir að gerast hérna samtímis, það eru margir boltar á lofti. Eitt af því sem að var vita var náttúrulega það að það myndi hægjast í hagkerfinu eftir stórframkvæmdirnar. Og við byggum okkur undir það í fjárlögum fyrir þetta ár, sem eru reyndar með miklum afgangi, en við jukum við opinbera framkvæmdir, sérstaklega í vegamálum, til þess að bregðast við samdrætti á sviði framkvæmda. Og það held ég að muni nú koma á daginn að slíkar ákvarðanir muni nú koma sér vel þegar sækir í þegar árið líður og við sjáum fram á haustið til dæmis. Já, en burt sér frá þessari lausafjárkreppu, við getum kallað það þannig, menn gátu alveg séð það ekki, hér voru háir vextir, hérna lítill gjaldmiðill í stóra hagkerfi og miklar skuldir þjóðarbúsins, allt þetta segir einhverja sögum það að gjaldeyrisforðinn mögulega þurfa að vaksa, þetta ekki? Jú, við skulum ekki að vera að deila það, auðvitað væri það heppilegra ef hann... En ég er alltaf að spyrja það, sko, okkur gerðu þið þá ekki neitt fyrr? Eru það ekki mistökin vegna þess að núna er allir umræðan komin það að ríkissjóður þurfa mögulega að kaupa skuldabréf á bönkunum? Sko, við tókum stærðarinnar lán fyrir bara ári síðan og við töldum að með eignum bankana sem eru náttúrulega mjög miklar í útlöndum, ekki gleyma því, að þá væri engin sérstök hætta á ferðum, en við sáum náttúrulega ekki fyrir frekar en aðrir hvernig þessi mál hafa þróast. Það sem að bankarnir gerðu núna á undanförnum árum og er ekki hægt að gagnrýna þá kannski fyrir er það að þeir færðu sér í nyt lánsfjáraðstæðurnar út á hinum stóra alþjóðlega fjármagnsmarkaði þar sem var gnótt lánsfjár á mjög hagstæðum kjörum. Þetta gerði þeim kleift að fara í sína miklu útrás og lána sínu viðskiptavinum bæði heima og erlendis. En þegar að þessar aðstæður breytast að þá dugar kannski ekki þetta sama viðskiptalíkan og þess vegna þurfa þeir að laga sér núna hratt að breyttum aðstæðum. Já, kemur til greina vegna þess að utanríkisráðherra Ingibjörg Sólrún Gísladóttir gaf því undir fótinn að það kæmi til álita að ríkissjóður borgi eða kaupi þessi skuldabréf af bönkunum? Við munum auðvitað skoða það mál eins og annað. En það sem að ræða það eru skuldabréf sem ganga kaupum á sölum út á hinum alþjóðlega markaði. Það eru skuldabréf bankana og þessi upphæð sem nefnd var þarna í þessari skýrslu frá Merrill Lynch sem var nú reyndar mjög athyglisverð vegna sem var mjög jákvæð í okkar garð. Og sama var að segja annað sem kom út í gær frá Credit Site, svokölluð. En ef menn vilja gera þetta sem Merrill Lynch að tala að kaupa upp skuldir bankana sem að falla á gjalddaga núna næstu 3 árin, þá erum við að tala 24 milljarða evra. Það er enga smá upphæðir, ef þú markvaldar það með 120. Þannig að sko, það þarf að skoða allar hliðar þessara mála, við höfum ekki útiloka neitt. En við skulum ekki heldur gefa okkur neitt fyrir fram að meðan að vera að skoða alla kostina í stöðunni. Því þeir eru auðvitað fleiri. En í þessu samhengi þá ekki spurningin svolítið áleitin sem að einmitt kom upp hérna í fréttum í viðtali við þennan erlenda sérfræðing frá matsfyrirtækinu að ríkissjóður er einfaldlega bara of smár í samhengi við umsvif bankana. Já, nú lítum við því að gera ef bankarnir hafa þanist svona mikið út og stækkað sig með sinni útrás og sínum umsvifum. En það verður ekki við hverjum ekki tilbaka með það. En þetta er eins og gagnrýni sem að stundum heyrist, já, að bankakerfið sé orðið og stórt fyrir íslenska ríki, en ég tel ekki að svo sé. Ég tel að við getum með ýmsum aðgerðum eins og við höfum verið að tala hérna gengið út frá því að íslenska ríki geti fullkomlega gengt sínu hlutverki hvað varðar bankakerfið. Þannig að við skulum ekki vera að magna upp áhyggjur fólks út af því. Nei. En ef við tölum bara alveg svona út frá því sem að fólk heim í stofu er örugglega velta fyrir sér. Það er að horfa húsnæðislánin sín hækka verulega vegna þess að verðbólgan er há. Það er að horfa á mjólkina hækka, það er að horfa á allar matvörur hækka, landbúnaðarvörur að hækka, innfluttar matvörur er að hækka. Vextir eru hér í 15%, stýrivextir. Það er alltaf hægt að segja það að efnahagsstjórnin sé góð þegar svona árar. Sko, nú ertu farin að tala svolítið annar þátt í þessu vandamáli sem ekki tengist beint bönkunum en er afleiðing hér af gengisfellingunni, gengislækkuninni og svo erlendum verðhækkunum. Þú veist hvað gerðist með áburðarverðið og fóðurverðið fyrir landbúnaðinn. Þetta stór hækkaði vegna aðstæðna á alþjóðlegum mörkuðum. Olíuverðið okkar hefur hækkað, olían hefur hækkað gríðarlegu verði við innflutning. Sam er að segja ýmislegt annað sem að er verslað með í dollurum vegna þess að dollarinn hefur lækkað svo mikið á alþjóðlegum mörkuðum. Sko, sömu af þessu getum við ekki gert neitt við. Við höfum ekki vald á því hvernig heimsmarkaðsverðið þróast á ýmsum afurðum en við verðum að sætta okkur þá við það að erlendar verðhækkanir birtist okkur hér í
í einhverjum kúf sem mun koma hérna í verðlagið, en vonandi ganga niður síðar á árinu. Og samir að segja gengisfellinguna, áhrifina henni, það mun hækka, verðlagið mun eitthvað hækka. En meðan að við sjáum ekki fram á það hvort að botninum náð og hvort að lækkunin gengur tilbaka, þá verða allir sem hafa eitthvað vald yfir verð ákvörðun að reyna að halda aftur af sér og hleypa ekki öll út í verðlagi núna, alveg eins og viðskiptaráðherra og fleiri hafi verið að tala undanfarna daga. Já, hvað með þið sem að ráði lækki til að mynda ýmislegu gjöld sem er á nauðsynjavörum sem að heimilin þurfa núna að kaupa dýrum dómum? Það má alveg nefna alls konar skatta á neysluvörur, virðisaukaskatt á matvæli, það má nefna bensíngjald og annað. Þið hafið völd yfir þessu. Sko, virðisaukaskattur á matvæli var lækkaður helming fyrir ári síðan. Menn deildu nú það hvernig svo framkvæmd gekk fyrir sig. Ég tel reyndar að hún hafi heppnast alveg prýðilega. Síðan komu bara allar hækkanir. Sko, það er nú takmörk fyrir því hvað það er skynsamlegt að vera með eitt þrep í 24,5 og annað þrep svo nálagt nulli eins og þessi hugmynd gengur út á. Og eins og ég segi, það er ekki alltaf endilega víst að allar lækkanir á þessu sviði skili sér beint í vasa neytendana. Bensínið, þegar ég tók við sem fjármálaráðherra, þá breytti ég mér fyrir breytingu á bensíngjaldi. Áður var bensíngjaldi 97% af tollverðinu. Sveiflaðist upp og niður með verðlagi innflutningsins. Við tókum upp fasta krónutölu og síðan hefur bensíngjaldið ekki hækkað frá árinu 2003. Og sami að segja dísilolíugjaldið eftir að það kom upp, olíugjaldið eftir að það var sett á, það hefur ekkert hækkað frá því að það var lagt á fyrst 2005. Og fyrir þá sem stunda atvinnurekstur og nota inn í virðisaukaskattskerfinu, þá er engin breyting varðandi virðisaukaskatti. Nú er það þannig að þessi skattar, allir með olíuna, eru 41 króna á lítran. Útsöluverðið 160. Og í bensíninu er þetta þannig að það er að segja að þetta er fyrir atvinnurekanda, en þetta er svona tæpur helmingur af bensín. Þú lækka þetta vegna þess að þú ert í raun og veru bara að segja það að fólkið heim í stofu, fólkið sem er að horfa á okkur, fólk sem að núna þarf að horfa í hverja einustu krónu vegna þess að efnahagsástandið fer svona versnandi, það þarf bara að tæka þessar hækkanir á sig. Þið ætlið ekki að gera neitt til þess að mæta þessu. Sumt er óhjákvæmilegt að þjóðarbúið tæki á sig og við höfum eins og ekkert farið sérstaklega yfir það núna hvort að það er tilefni til einhverja lækkana, tímabundina lækkana. Ég tel hæpið að svo sé. Og ég tel að þessi mótmæli sem að hafa verið hér í gangi undanfarna daga, þetta eru mótmæli gegn því sem er að gerast á heimsmarkaðnum. Þannig að við þurfum að halda áfram að borga 100 krónur fyrir mjólkina og við þurfum að borga bensínu svona dýrum dómum og allt þetta. Já, ef menn eru telja að hækkunin til bænda daginn hafi verið óeðlilega, þá eru þau náttúrulega ósammála þessari hækkun. Ég vek athygli á því að hækkunin þarna á þessi 14% hækkun á mjólkurafurðum var samþykkt með öllum atkvæðum í þessari nefnd sem fjallar það. Fulltrúi ASÍ satt þó hjá út á einu tiltekna atriði, fulltrúi BSRB sem er líka fulltrúi launamanna, hann studdi þetta. Vegna þess að menn voru búin að fara vandlega yfir þessa útreikninga. Svoleiðis að, ég skil þetta vel hvað þú ert að segja og hvað fólk er að tala en þegar að verða áföll sem að bitna á þjóðarbúinu, þá verða menn að horfast í augu við þau. Er það þannig að þið skiljið þetta vegna þess að það er nánast, Geir, og þú þekkir það umræðu, það er verið að tala það að þið sitjið þarna í einhverjum fílabeinsturnu og áttuð ykkur ekki á því hvað er að gerast í buddu almennings? Já, það er allskyns hlutir sagðir. Öllum er sagt mig lengi vel að ég væri ósýnilegur og ég sæist aldrei. Nú er sagt hann er ekkert að gera neitt. Ég hef nú alltaf verið talið fyrir eitthvað vinnusamur maður og ég fylgist vel með því sem gerist hérna í þjóðfélaginu. En þetta er grafalvarleg stað, við erum að tala það að sumir meta þannig að ráðstöfunar eða útgjöld heimila sé aukast 60.000 krónur. Meðal heimili, 60.000 krónur núna bara í þessum hækkunum. Já, ég þekki ekki þá tölu en við vitum auðvitað að þegar að áföll verða og efnahagslífi breytir til eins verra, þá kemur það við almenning. Og almenningur er náttúrulega, þetta er alltaf sama fólki. Neytendurnir, bíleigendurnir, skattborgararnir og annað, þetta er sami hópur, þetta er bara þjóðin íslenska, hún er að verða hérna fyrir ákveðnum búsifjum utan í frá og við getum ekki neitað að horfast í augu við það. Er ósanngjarnt að mér að ramma þið þannig inn að úr því að þið þökkuðu ykkur góðærið sjálfstæðismenn hér langt árabil að þá sé ykkur að kenna svona árar í efnahagslífinu? Að því marki sem góðærið var stjórnarstefnunni að þakka, þá var það þeirri ríkisstjórn að þakka sem beitti sig fyrir henni. Einkavæðingin skapaði hér stórkostlegar breytingar. Inngangurinn í EES sem var stærsta pólitíska deilumál á síðasta áratug var verk þáverandi ríkisstjórnar. Skipti mjög miklu máli. Stjórnarandstaðan barðist hatramlega gegn því. Og margt fleira sem telja mætti af þessum toga, skattalækkanir sem hafa gagnast almenningi mjög mikið og eru ennþá í farvatninu því það eru frekari lækkanir í farvatninu núna í kjölfar kjarasamningana. Þetta er allt saman stjórnarstefnan. En við getum hvorki eignað okkur heiðurinn af því þegar að
blæs vel á alþjóðavettvangi, né náttúrulega tekið á okkur sakir ef að heimsbúskapurinn versnar. Já, en svona stutt vegna þess að kannski má segja þessi tákrætt. Nú eru það á morgun að fara á NATO-fund og þeir ætla að fara með einkaþotu og það er á sama tíma og allur almenning þarf að skera niður öll útgjöld. Hvernig rökstuðir þú þetta? Við tókum ákvörðunum að leigja flugvél til þess að komast til Búkarest sem reyndar ekki alfara leið. Við erum það mörg í þessari sendinefnd að það var bara einfaldlega reiknað út að það væri hagstæðara að leigja þessa flugvél fram og tilbaka í staði þess að fara sem sagt venjulegar leiðir. Þá væri ég til dæmis ekki hérna í þessum þætti hjá þér, vegna þess að þá var ég farin og myndi núna vera að híma á einhverju hóteli í London og bíða eftir því að fara síðan út á flugstöðuna 9 nr. 5 þar sem allt er í klessu og eiga ekki einu sinni víst að komast á leiðarendan. Þetta er bara útreikningsdæmi. Þetta er útreikningsdæmi. Það voru þarna 4 aukasæti í Vilnius, við buðum 4 fjölmiðlum að koma með, nýta plássið. Og það kemur þó til greina sem sagt að þetta verði ferðamáti, algengari ferðamáti í framtíðinni. Sko, við leigjum okkur oft farartæki hérna innanlands ef þannig stendur á. Við höfum stundum ráðherrar og forystumenn þjóðfélagsins notað flugvél flugmálastjórnar til þess að komast leiður okkar. Ég fór í henni til Svalbarða hér fyrir 2 árum vegna þess að það var bara hagkvæmast. Já, en sendir þetta samt ekki röng skilaboð vegna þess að kannski þoturnar eru táknum er það ekki einhvern íburð, flottara vil sátt og eitthvað? Sendir engin röng skilaboð ef hægt er að sýna fram á það sparar bæði tíma, það sparar mér heilan sólarhring. Ég vil frekar vera hér að stunda vinnu mína heldur en að hanga á einhverjum hótelum og bíða til að tími líði í svona ferðalagi. Og utanríkisráðherra líka þetta er ég tel að okkar vinnutími sé dýrmætur og þarfur utan er þetta mjög svipaður kostnaður, þannig ég skil nú ekki þessa gagnrýni auk þess gátum við komið til móts við þarfir og óskir fjölmiðla að komast með. Bara ég ætla að bjóða þér að segja örstutt, bara fáeinar sekúndur, verður efnahagsástandið skárra núna á næstunni? Já, við munum þurfa að gangi gegnum þessa dífu sem að núna er framundan. Ég tel síðan að þegar líður á árið og kemur fram á næsta ár að þá muni rofa til á nýjan leik og þá getum við farið að sækja okkur veðrið. Ég kallaði þetta stundum snertilendingu, þar að segja að við myndum vera að lenda, það fer nú vel á því og það tala flugvélar hér og síðan myndum við hefja okkur til flugs á nýjan leik og ná upp hagvextinum aftur. En við þurfum auðvitað að halda vel í stýrið og stjórnartaumana meðan við erum að í þessum óróleika sem núna er í loftinu, sem er ekki heimatilbúin. Takk fyrir komuna. Var ekki meira? Nei, við erum búnir. Takk.